Hingað til okkar kominn Kristinn Pétursson, fyrrverandi alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fiskverkandi, atvinnurekandi Bakkafirði. Við ætlum nú að tala, Kristinn, kvóta og veðsetningu á kvóta og hvernig menn fóru nú að því að blása upp mikla bólu í kringum það. Það eru margar bólur sem hafa verið blásnar upp í íslenska hagkerfinu síðasta áratuginn. Þetta hlutur sem þú segir að kannski eigi dálítinn hlut í því hvernig fór hérna á Íslandi. Þú kannski skýrir út fyrir mig hvað þú átt við með þessari kvótaveðsetningu. Já, þetta var byrjað að gerast fyrir svona 15 árum eða pluss og meira að segja áður en bankarnir voru einkavæddir. Það gerist það með þeim voru í eigu ríkisins. Og þá fóru menn að veðsetja aflaheimildir og afskaplega heppnum forsendum að mér fannst. Og ég hef oft gagnrýnt þetta og taldi þetta að vera svona dulbúna sælaprentun. Já. Sem að síðan getur verið mjög lengi að koma fram í hagkerfinu, Því það á sér alltaf getur átt sér stað aðdragandinn langur dulbúin sælaprentun. Þangað til skellurinn kemur svo. Já. Og ég held að þetta hafi hafist fyrir 15 árum þegar við byrjuðum að vestu aflaheimildir og búa til loft. Og ég áttaði mig aldrei á þessu lengi vel hvernig óskúpanum bankarnir voru að þessu. Nei. Því það stendur náttúrulega í lögum stjórn fiskveiða fyrsta lagi að þetta sé sameign þjóðarinnar. Já. Og öðru lagi stendur að þetta myndi ekki eignarrétt. Og svo stendur líka að þetta úthlutað til 1 árs. Aha. Og svo eru svokölluð lögum samningsveð. Já. Sem leggja bara bann við því að aflaheimildir séu veðsettar. Og samt þetta veðsett. En menn fundu einhverja leið til að fara fram hjá því. Já, svo settur svona nótabeina aftans í skuldabréfin að allt sem fylgdi þessu fyrirtæki mætti ekki taka af nema með leyfi viðhafa, eins og þau segja, Já. Og þetta náttúrulega verið að fara gróflega í kringu hlutina, mjög hæpið við. Já. Og ég hef lengi verið að hugsa það, af hverju sækist bankinn eftir því að taka veði í hæpnu veði? Já. Það hlýtur einhver skýring. Já. Og mín tilgáta svo að ég hef ekki beinan sannanir fyrir því að þeir hafa verið að græða svona mikið á þessu sjálfur. Jú. Þannig að raunverulega kannski má segja í dag að við sjáum til dæmis eftir hennan nýjasta dóm í sparisjóðsmálinu. Já. Að útgerðarmenn hafi bara verið hafðir samskonar leiksoppum eins og stofnfjáreigendur. Já. En það fylgir þessu náttúrulega að það er verið að veðsetja kvóta og síðan verðið á þorskígildinu verður alltaf hærra og hærra til þess að standa undir þessu. Jú, þetta byrjaði lágt, eins og segja, þetta byrjaði fyrir 15 árum. Svo fór að minna vestu þetta og svo má segja að það hafi verið tekna kannski nokkrar umferðir á þessu. Já. Svo fer þetta á skrið, svakald skrið þegar að þenslan byrjaði 2004 eða 3 eða 4. Já. Þá fyrst hóst þessi fór sér skriður á fullt og þá var tekna nokkrar umferðir þannig að kvótinn hækkar kannski úr á 2,5 ári hækkar nú yfir kannski 1200 krónur á kílóið. Já. Og fór allavega mikið selt á 3.850 í restina og fór alveg upp í 4.200. 4.200? Já, 4,2 milljónir tonnið. Já. Og svo var bankarnir að lána 60% af þessu. Út af þetta verð? Já, út af þetta verð. En þetta verð stenst náttúrulega enga skoðun? Aldeilis ekki, Og ég hef aldrei botnað neitt í þessu. Þetta náttúrulega verið veðsetning á lofti. En það sem mér finnst að vantaði umræðuna, það sem ég hefði gjarnan viljað fá, og það vantaði líka í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þessi þáttur í aðdraganda bankarins, hann nefnilega vanmetinn. Já. Af því að einhvers staðar byrjaði bólan. Já. Og ég tel að hún hafi til dæmis byrjað þegar að Trillukall seldi kvóta, kannski 90 tonn, eins og ég veit að gerðist. Og byggja sér blokk í Reykjavík. Já. Þá var það seðlaprentun. Af því að hann byrjað að selja það sem veðsett, kvótan, af því að það einhver annar sem kaupir og hann veðsettur. Já. Hann fær einhverju öðra, notar þetta byggja blokk, þá eru þensla. Þetta kalla ég dulbúna seðlaprentun. Já. Og þarna þetta fór í gang og síðan voru teknar umferðir svo hækkaði kvótin í verði. Já. Og þá kom nýtt fé sem aftur var notað til að hækka verða fasteignum með hlutabréfum og svona kollakoti snýrist upp á þetta 15 ár. Endaði með því að allir vita hvernig fór. En þessi þátturinn í aðdragandanum, hann vanmetinn. En verðið á kvótanum blásið upp þannig að það verður þú spennt á að menn hafi líka verið að veðsetja rækjukvóta sem var nýskisvirði. Já, það náttúrulega því að það gefnir stuðlar á heimasíðu sjávarútvegsráðuneytisins að alltaf gert að aðrar fisktegundir settar í þorsk í gildi. Já.
þetta náttúrulega bara sko þvílíkt bull sko, með einhverju reglugerð sem var búin til fyrir mörgum árum. Þá fá aðrir aðra fisktegundir einhver þorskígildismerkingu. Já. Og síðan það veðsett í bankanum, eins og til dæmis útvarpsrækjan var á síðasta ári, fyrir 63% af þorskverðinu. Já. Og ef þorskverðið það ennþá verið að halda því uppi með handafli í 2000 kall. Já. Og þá 63% því kannski 1200-1300 krónur sem menn voru, og þá voru menn reiðir að rækjan tekin út úr kvóta af því það verið veiðin. Ekki af því ekki verið veiðin, heldur veiðin. En ertu á því að þessi ennþá verið að halda þessu uppi verðinu? Verðið ennþá útblásið? Það ekki nokkur spurning. Já, hvernig það? Gamla regla Fiskveiðisjóðs Íslands, því ég búin að vera í þessum bransa, eða var í þessum bransa í 33 ára áður en allt var á hausi, fyrir 4-5 árum. Að gamla regla Fiskveiðisjóðs Íslands, það var svona mjög virt stofnun á mínum mælikvarða. Íhaldssöm og varfærin í útlánamálum og þessi einkavæðingar bóla, hún byrjaði nú með því að Fiskveiðisjóðs Íslands breytt í hana FBA sem kallað var. Já, fjárfestingarbanka atvinnulífsins. Síðan það selt, þá fer vitleysan í gang. Þá fara menn að misnota þessar aflaheimildir í því að græða á því sjálfur eins og ég segi. Og ég held að kjarni málsins ég sá að það þarf að horfa á þetta þannig að það er nú oft öfundaraugum á útgerðarmenn og ég held að við eigum nú alveg að sleppa því þegar við erum að gera upp þetta bankarinn að vera að láta öfundarna stjórna okkur. Heldur eigum við að horfa á það. En það náttúrulega kannski það allstað til einhverjir sparifjáreigendur tóku þátt í þessum glannaskap. En það má ekki dæma það er bara rónandi sem koma á orða brennivínið. En það má ekki dæma alla sparifjáreigendur ef því að einhverjir hefur tekið þátt í þess að búa þessa bólu til. Auðvitað finnast einhverjir útgerðarmenn sem tóku þátt í því að búa bóluna til. En það má ekki dæma allir til því. En síðan lenda þeir inn í þessari hringrás. Og ég heldur ekki átt að segja almennilega á því ennþá að þeir voru leiksoppar. Þeir voru hafðir að féðþúm. Það var bankinn sem var að græða með því að veðsetja þá. Síðan selur bankinn afleiðarnar erlendis. Og það er það sem hefur ekki verið upplýst í þessari umræðu. Hvað voru þeir að græða mikið af því, bankarnir? Þeir voru að veðsetja kvótan 60%. Og þeir voru að veðsetja líka fasteignir í Reykjavík, nota benn, 60%. Svo seldu þessar afleiður saman á erlendu vettvangi. Fyrir hvað? Hvað greiddu þeir mörg 100 milljarða á þessu sjálfur? Á því að selja þetta? En hún má ekki selja kvótan úr landinu, það er bara... Það má ekki veðsetja fyrir það fyrsta, hann er ekki eign, en samt voru þeir að gera þetta og þarf ekki að rannsaka það. Ég bara spyr, þarf ekki að rannsaka það. Ég hef morgun búin að vera að vekja þetta athygli á þessu og alltaf vera á móti þessu veðsetningu reyndar og alltaf vara við þessu. En nú í dag, Guð minn almáttugur, ætlum við virkilega að fara að sópa þessu öll undir teppið á þess að þessi þáttur málsins verði upplýstur? En þú segir að það sé ennþá loft í þessu systemi sem þurfa að tappa af. Já, ef þú farið í þessu gamlu íhaldssömu reglu Fiskveiðisjóðs Íslands sem ég ætlaði að fara að ræða á annan, datt ég að ræða með eitthvað annað fyrir ég. Þá var lánað þannig að fyrirtæki geti greitt lánið á cirka 18 árum. Þeir lánuðu 75% af matsverði eignanna þá og þá var gert ráð fyrir að fyrirtæki borgaði lánið tilbaka 18 árum með 10% bindiskyldu af veltu. Þetta er gamla reglan og þá borgaði þetta jafngildi því að fyrirtæki skuldi 180% af veltu. Það er að segja að það skilja 10% ári í 18 ár. Það er mjög einfalt að hugsa þetta svona, því það er langbæst að tala um þetta einfalt, en ekki verið að gera þetta einhverju rugli, Ef þetta er gert svona, þá var það 180% af veltu. Það er verið að tala um að setja hámark á lánaþök sveitarfélaga í dag, 150% af veltu. Þannig að þetta er mjög svipað og þetta er mjög rökrétt. Þannig vildi gamli Fiskveiðisjóður hafa það. Og þannig myndi ég vilja skrúa þessa bólu niður, með því að fara bara niður á þetta stig aftur. Og þá jafngildir því verðið að þorskaflaheimildir í seldu á 900 krónur. 900 krónur, En það er 100% þá. Og það vill svo til, ef þú ferð og skoðar svona lagaerlendis eins og í Barentshafinu, þar sem allt gengur mjög vel, að þar er þorskaflaheimildin í verið að selja hana í dag á cirka 900 krónur. Og Íslendingar eru að veiða þar? Íslendingar eru að fjárfesta þar í gegnum Þýskaland og gegnum Rússland og gegnum Noreg. Kannski Bretland líka og einhver fleiri þjóðir, Frakkland og svona. En við erum að fjárfesta í því, en þá erum við að kaupa þetta á 900 krónur og það gengur allt svo ágætlega þar gengur með þess að miklu betur í Barentshafinu hér. En á okkur er þá ekki saman verið hér. En verðið þið miklu hærra hérna? Það er verið að reyna að halda uppi handafli núna í 2000 krónum. Í 2000 krónum? Já. Ég gerir ráð fyrir því að það þarf að fletta á hana þeim feluleik. Vegna þess að ef við ættum að takast á
ef þjóðin ætlar að komast á beinum brautin aftur, þá vorum við að taka allt loft úr kerfinu. Bara burt með allt loft, burt með all undirmálsveð, og það verður bara að gera svolítið afskrifa falskar eignir og afskrifa falskar skuldir, það er að segja, það kallar undirmálslán. Við verðum bara að feysa málið. Við verðum að gera sko eins og að sagt hérna, hvað til maður að segja eins og í ryksugulegin sko, út með allan skítinn svo einhverju lítinn sko. Nei, minna, smá gaman með alvörinni. En við þurfum að fara að reynsa til. Og við þurfum að byrja bara þarna. Og ekki að reyna sópa undir teppið. Ég hef það ekki á tilfinningunni að sko, þeir sem að hérna hafa verið að reyna að vara við þessum síu hafa orðið fyrir svona óbeint orðið fyrir tölvöruð aðkasti af því að maður er ekki að dansa með eins og þau kalla það og hérna nú er bara staðan orðin sú sko og ég ætla að segja bara eins og maðurinn að úr því að ekki hætta að ljúga upp á mjög þá ætla ég að fara að segja sannleikann þá og þá er ég að meina bankarnir eru gerendur í þessu En svo til dæmis kemur Vilhjálmur Egilsson fram og segir að það sé ekki hægt að gera kjarasamninga nema bara að kerfið þetta fá að halda áfram eins og þetta hefur verið Ég meina, hann er einn af þessu sem hafa gerst meðvirkur í þessari dellu og situr fastur þar eins og fjöldi annar ágætra manna. Þeir sitja fastir í það, þetta er bara meðvirkni. Þeir eru ekkert að setja sig onni, þetta eru menn sem að, sko, ágætis menni og þeir hafa ekki beint verið í þessari praktík sjálfir. Nei. Þeir koma kannski bara beint úr háskólanum og fara beint í að vinna í einhverjum opinberum störfum og hafa kannski aldrei tekið þátt í þessum slag beint sjálfir. Nei. Og ég held að mér finnst ekki skilja þetta. Ég næ ekki sambandi við þetta fólk. Já. Og ég heldur eftir bara að drífa þessu nokkra ferður á sjó og sjá þetta sjálfur með eigin augum. En við þurfum að horfa til bankana, segir meira. Það er bankarnir sem náttúrulega hafa ráðað þarna lögum og lofum í gegnum. Já, hvað voru bankarnir að græða mikið á því að selja veðsendingarnar af útgerðarfyrirtækjanna? Hvað græddu þeir mörg 100 milljarða á því að selja þessar afleiður úr landi? Og það vita kannski fáir en það. Hverjir eiga til dæmis kröfunar í auðlind þjóðarinnar í dag miðað við að vesningi stendst ekki, ég veit það, svo ég hef svo sem engar áhyggjur af þessu. En sko, tæknilega séð, svo verða að tala með þessu sambandi. Hverjir eru tæknilega eigendur núna að veðum í auðlind þjóðarinnar? Það eru erlendir kröfuhafar bankana og erlendir seðlabankar. Veitu hvað er í gangi? Og það er enginn að segja neitt. Er þetta eitthvað í lagi? Og ef menn er að segja það í dag að það með ekki gangi Evrópubandalagið sem ég hef ekki blanda minni þá umræðu. En ef það er ekki hægt á þeim forsendum að auðlindi verður í eigu þjóðarinnar, hvernig stundur á því að búa veðsett hann á landi? Hvernig gengur svona málflutningur upp? Kristinn, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn.